Þegar fólk áttar svo því að málmar skipta máli, þá eitt ríki sem algjörlega búin að ná tökum á því að framleiða raftæki og allri virðiskeðjunni að því að búa til raftæki, og það Kína. En okkar fjárfesting í Grænlandi, það getur vissilega skipt alveg ofboðslega máli. Og þegar það skiptir þá ofboðslega miklu máli, þá mun það skipta Bandaríkin ofboðslega máli, það mun skipta Evrópa ofboðslega máli og það mun skipta Danmörk ofboðslega máli. Og þá allt í einu ertu komin í einhverju stöðu. Við getum verið þetta andsvar við Kína, leikandi. Efnahagur Íslands hefur byggt upp á fiskveiðum, orku, núna ferðaþjónustu og innviðum. Þú ert með það sinnum 1000 í Grænlandi. Eldur Ólafsson, forstjóri Amarok. Nú partíð að vera þú maður. Hvað byrjum bara því, hvernig ertu? Ég er bara mjög fínn. Ekki? Jú. Er meira að gera í vinnu núna heldur en að búið að vera undanfarin ár? Nei, það er nú bara mjög svipað og það eru auðvitað mismunandi hlutir sem komu upp á annars lítið, en nei, mjög svipað, það er ekkert. Nei. Fáðu mækinn örlítið nær þér. Svona. Já, okay. Þetta er betra. Við höfum rætt fágætismálma, við höfum rætt mikilvægara, við höfum rætt Amarok. Núna er eiginlega geopolítikin sem er svona spennandi. Svo við flytjum þetta aðeins út. Trump er orðinn rosalega spenntur fyrir Grænlandi. Þú varst búin að benda á þetta alveg í einhvern mjög langa tíma, alveg frá því að við tölum saman fyrst held ég bara fyrir 2,5 ára eða eitthvað. Og þá sagði þú að fólk talar alltaf svo við slettum Grænland is in the middle of nowhere, en þú talar in the middle of everywhere, sem er að raungerast. Grænland er orðið svona mjög spennandi hluti af okkar tilveru. Hvernig lest ég þessa stöðu? Ég myndi halda að vandamál mitt sem aðalega sem er að setja upp félög eða hefur sín, er að ég hef haft þann akkillesarhæl að geta horft stundum til mjög langs tíma. Það er ekkert endilega alltaf mjög hentugt þegar maður er í viðskiptum og maður horfir of langan tíma, því að þá getur bara verið að bíða eftir einhverju mómenti alveg óbúslega lengi og þú getur orðið bara svona svolítið fastur inn í. En til að setja þetta í stærra samhengi, og mér finnst skemmtilega að tala geopólitík í svona mun stærra samhengi, og ég hef reynt að gera það alveg frá því ég byrjaði að taka þátt í svona þjóðfélagsumræðu hérna í Íslandi, sem ég sá mig knúin fyrst í kringum orkumál hérna á Íslandi og reyndi þá að koma með svona geopólitískan vinkil á það til að fá bara fólk til að hlusta, og það, ég áttaði mig á því þegar ég var þá að tala orkumál, ég áttaði mig á því að þeir sem voru þá að tala orkumál, þeir voru einhvern veginn bara, það var bara búið að setja það í Landsvirkjunarflokkin eða það veit nú bara eitthvað virki allt og annað slíkt. Og svo nú er það svolítið að gerast að þeir sem vilja tala umhverfismál, þeir eru bara orðnir eitthvað 2% og þetta er svo óbúslega mikla sveiflur. En þegar ég var að reyna að ræða orkumál, og það er eiginlega geopólitíkin til að byrja með, gagnvart því sem Trump er að velta fyrir sér, held ég, eru orkumál og sem hafa svo bein áhrif á málma, sem hafa svo bein áhrif á eitthvað annað. Og þá finnst mér best, afsakið langa formúla, en þá finnst mér best að hugsa hans tilbaka og byrja á byrjunni. Og byrjunin er þannig að í mínum ferli þá byrja ég að vinna í Kína við það að hitta upp húsnæði og annað slíkt á Sinopec, og þetta var stærsta bjótu fyrirtæki sem heitir Orca Energy, sem heitir núna Arctic Green Energy, og ég hefði verið að vinna hjá Geyser Green Energy við að búa þetta til, og þetta var stærsta samband, svona viðskiptasamband milli Íslands og Kína, óbúslega flókið verkefni, erfitt, að því litunum til að þetta bara var eitthvað sem verður að byrja. Þetta var ekki svona eins og sjávarútvegur í Íslandi búin að vera til í 50-100 ár eða flugfélög og allt það sem skilja þetta allir. Þetta er eitthvað svona sem menn þurfti að gera, þó svo menn hafa verið ekki að jarðhitavirkjun hérna, þá hafa svo sem ekki gert það í Kína. En það sem var áhugavert í þessu verkefni er að á þessum 4 mánuðum sem ég var hérna 2008-2012, þá voru kínverskar sendinefndir reglulega hér á Íslandi aftur og aftur og aftur, og þetta var seðlabankastjóri í Kína, þetta voru aðilar úr þetta er svona stærstu nefnd Kína þegar voru að koma hérna, Wen Jiabao kemur hérna 2012 unni mig, fyrir 2011,
og hann er þá að fylgjast með undirritun milli á þeim tíma Orku Energy og Sinopec. Hver er það fyrir það ekki? Mention Power var hann ekki aðstoða fórstráður, hvað heita það, fórseti og fórstráður að Kína árum tekur við. Þannig að þeir voru hérna og hann kom til Íslands til að skrifa undir einhverju viljulýsingu frá því að hafa keypt Addax drilling í Sviss fyrir marga billjónir. Þannig að það var alltaf meir og meiri fókus hérna í Íslandi. Þeir byggja gríðarlega stórt sendiráð hérna í Íslandi, þeir búið til fríverslunarsamningu í Ísland og svo framvegis. Og á þessum tímabúti þannig eru Bandaríkin nýlega bara farnir frá Íslandi og eru ekkert að hugsa Ísland eða Arktík á einn hátt. Kínverjarnir eru að gera það og Rússarnir eru að gera það og svo framvegis og við einhvern veginn erum þarna svolítið skilin eftir, við fáum enga hjálp frá Bandaríkjunum þegar bankakerfið er að hrynja, Danir fá þessa hjálp, við fáum hann ekki og svo framvegis. Þannig að geopólitíkin hefur svolítið áhrif á hvernig svona hlutir gerast. Nú 2012, 13 og 14 þá hægir Kína á innviða fjárfestingu hjá sér og þá hrynja hrávöruverð. Fyrst málmverð og svo olíuverð. Við tölum hrávörur commodities, þá tala ég bæði orku og málma. Og í langan tíma þá eru verðin svo lág að þá hætta menn að leita meira hrávöru, svo hætta menn að byggja fleiri hrávöru verkefni, hvort sem það eru málmverkefni eða olíuverkefni og verðin hægt og býtum taka hækka. Og sem ég hef verið í útleiðslu minni hérna í fjölmiðlum og slíkt að reyna ítundi það að fólk áttur sig því að það er grunnurinn á baku verðbólgu. Allavega er fylgni þá sérstaklega milli olíuvers og verðbólgu gríðarlega mikil sem hefur svo beina áhrif okkar lífskjör og svo framvegis. Nú, þegar við höldum svo áfram að horfa inn í þennan fasa og förum að horfa þá hvað er þá að gerast í heiminum? Af hverju hafa Kínverjar þarna svona mikinn áhuga á Grænlandi? Á Íslandi. Nú, það var algjörlega ljóstur í mér, ég held fyrst að þetta væri bara því að Ísland væri svo fallegt og heita þetta, en það var mjög fljótt ljóst að það snerist Grænland. Þess vegna byrjaði við að fjárfesta í Grænlandi. Og ástæðan fyrir ég áttaði mig á því, meðal annars var það að ég fór fyrir hópi á svona Alexander K. Guðmundssoni að kaupa HS Orku á Spíti 2012, færað aftur til lífeyrissjóðanna, sem reyndar við vorum búin að fá leyfi eða svona vilyrði hjá Seðlabankanum að gera það og fá það á verði sem var helmikið lærða og endanum keypt og allt það, en einhver leiti gekk það ekki eftir. En á þessum tímabúti þá þurftu að reyna þá finna fjármagn og ég hitti alla stærstu innviðasjóði í heiminum til þess að finna fjármagn til að kaupa eitt stærsta orkufyrirtæki í Íslandi 2012 og allir sögðu, þetta er áhugavert, þetta er skemmtilegt case, en þetta er bara svolítið lítið, við sjáum ekki alveg fyrir okkur, þetta voru $200-300 milljónir, við sjáum ekki alveg fyrir okkur, við getum gert marga svona viðskipti á Íslandi. En aftur á móti erum við búin að greina Grænland, ertu með eitthvað verkefni þar. Þannig að skalinn á Grænlandi er svo mikil, þetta er svo, þú ert ímyndaðir, þú ert með eina Kárahnjúkavirkjun í Íslandi, þú getur verið með 50 svoleiðis þar og hvað sem það er námur og annað slíkt. Þannig að þetta er svo óðbóðslega mikil fjárfesting og mikil sem þarf að búa til. Og fjármagn við kallum það fjárfesting eða capex á ensku, þú þarf gríðarlega mikið af því í hrávörur, miklu meira heldur en nokkuð tíman ef við búum til einhver tölvufyrirtæki eða annað slíkt. Þannig að þetta flæðið á fjármagni skipti þá líka óbærslega miklu máli. Nú, svo líður og býður og menn vakna upp við það að við ætlum að fara að rafvæða hluti. Við ætlum að færa okkur frá því að segja fyrst notu við tré til að nýta orku, svo fórum við að nota kol, svo fórum við að nota olíu, svo fórum við að nota gas, svo fórum við að nota endurnýjanlega orku og svo þarf einhvern veginn að geyma þessa endurnýjanlega orku og þá segja málmar er leiðin til að geyma endurnýjanlega orku. Ástæðan fyrir að vindmylluframleiðendur í dag, framleiðendur og þeir sem framleiða orku vindmyllum eru svo miklu vandamáli þegar þið séð Ørsted og öll þessi aðlega. Þetta er ekki baseload orka eins og við eigum á Íslandi, þetta er orka sem er sveiflukend og það er erfiðar að stýra henni og þess vegna hafa menn hort til málma að reyna að tryggja það að þessi orka fari ekki til spillist, hún geymist einhvers staðar. Og það náðu menn að gera með olíutunnunni, járninu og fyrir það með sekkjum í kólum. Þetta er ekki bara framlega orka, þetta er líka hvernig þú geymir og færir hana til og nýtir hana. Innbyggður þéttleiki eins og kallast í orkumálunum. Já, og ég veit að þetta er svona kannski svolítið tæknilegt og ásakið að þetta verður flókið, en punkturinn er þessi að þegar fólk áttar sig á því að málmar skipta máli, þá er eitt ríki sem algjörlega er búin að ná tökum á því
að framlega ráftæki og allri virðiskeðinni að því að búa til ráftæki og það er Kína. Og þá erum við að tala um það að þeir eru búin að ná það góðum tökum á því að sko Evrópa og Bandaríkin, þau eru sko, fyrst að það bara geta það ekki, örulega þar sem þau geta, þá eru þau kannski 30% hærri kostnað, 30-40% hærri kostnað. Þannig að sko raftæki almennt, hvort sem það eru liftarar eða strætó sem við sjáum á Íslandi, Iveco og allt þetta dót, þetta er mestmegnis kínverskt og þetta undirbyggir allt kínverska efnaðasmódeli, alveg eins og Ford T 1900 eitthvað, bara 15, hann undirbygg bandaríska viðskiptamódeli hvernig hún notar olíu til að hreyfa hluti. Þá gerir það þetta sama hjá Kínverjum og hann að þegar fólk veltir stundu fyrir sig ábyrtu, erum við á hraðbyrði á leið út úr grænni orku, ætlum við að hætta að nota rafmagnsbíla, þetta mun ekki gerast, af því að þetta er svo óðbóðslega mikilvægt fyrir kínverska efnahagskerfi að þetta gerist, bursið frá sko, þeim er alveg saman global warming. Þeir eru að framleiða mest af kolum í heiminum og búa til meira og meira því hana. Það kemur þeim ekkert við. Það sem þeim er samum er að þeir eiga ekki kol, olíu og gas til að keyra sitt efnahagsveldi eins og Bandaríkin er með, eða Kanada eða Sádi-Arabía og svo framleiðis. Eða einhver leiti við Íslendinga með okkar græna orku. Þannig að þeir segja að við þurfum að búa til tækni þar sem við getum verið efnahagslega sjálfstæð. En hvað hérna og byrjuð fyrir ekki að segja og þá kemur Grænland inn í myndina þegar þá eru ákveð mikið af löndum til sem á eftir að finna, leita og byggja upp málma. Það er bara búið að vera að gera það núna í mjög langan tíma og þannig að eyðist það sem afi tekið og þú tekur auðvöldustu hlutina fyrst og sjálfsögur Grænland ekki auðvöld, það er bara mjög tekur tíma og þekkingu og það er erfitt að fara og gera eitthvað í Grænlandi og þú hefur ekki gert það áður út að díla við veðuröflin og alls konar hluti og þarlendi hefur það ekki verið gert hingað til en svo fara menn að horfa og segja á ég að fara á sjáábandin, á ég að fara til tunglsins, nei það er kannski byrjuðu bara Grænlandi sko, og það er líka svo nálagt Bandaríkjunum, hann að þeir hafa strategiska öryggishagsmunaði líka og svo tengist það líka þessum skipaleiðum sem skiptar svo miklu máli. Það er að skipaleiðin í gegnum Norður Íshafis getur annars að leið austan megin sem er þá við Rússland, þar sem þú bara með herstöðar alveg heilt yfir og ísbrota og ég veit ekki hvað, ég man ekki, það er einhverjum tugir ísbrota það sem eru til þess að halda þeirri skipaleiðu opni og svo ertu þá mögulega með þá norðvestur ísleiðina sem fer þá fram hjá Kanada og Alaska og niður með Grænlandi sem geti þá verið mótsvar Bandaríkjamanna við þeirri leið. Og af hverju er það mikilvægt? Jú, þið sjáum alveg vandamálið það að flytja vörur gegnum hvort sem það er Súezskurðurinn eða þá kannski minna Súezskurðurinn eða þá svona sérstaklega gegnum Miðausturlönd út af öryggisvandamálum og öðru slíku þar. Þannig að bæði styttir þetta leiðina og hafa heimsveldin, þá segja Rússland og Kína, meiri stjórn á því að koma þessu vörum út á markað. Talandi um að mestur öryggisfókus Rússland og Kína liggur þarna er stærsti flótið þeirra, þarna er stærstu nýjustu tækni þeirra, nýjustu besti búnaðurinn, það má segja að raun og veru drasli hafi farið til Úkraínu og stóri flótið þeirra þarna og þarna ber ég að nefna að það er mjög áhugavert fyrir fólk sem hefur áhuga þessu að lesa bók sem heitir Prisoner of Geography hvað heitir hann aftur? Já, Tim Marshall þetta er frábær bók og þetta er með 3 bækur sko, þetta er Power of Geography og svo Future of Geography, manni hvað 3. bókin heitir en Prisoners er svona svo eina sem er eiginlega þess virði að lesa, en já, halda áram. Já, hún útskýrir allt þetta, hún útskýrir það af hverju það skipti rússagriðlega máli að Úkraína sé þeirra, af því þeir fara af hverju það skipti máli fyrir þá að Krím sé þeirra, þeir fá aðgang að sjó. Það útskýrir líka af hverju Rússar fóru inn í Afganistan, þeir voru að leita sér að leið að Indlandshafi. Það útskýrir af hverju Arktíkin skiptir máli og aðgangur, þeir eru næstu landlokk, má segja. Og þar að leiðandi hefur þessi öryggisinnviðir á Íslandi og Grænland og annars slíkt og einhver litið í Noregi. Þetta er mjög mjótt sund sem þeir þurfa að fara í gegnum eða ætla að komast inn á Atlantshafi. Og þeir eru nokkla mjög góðir í dag og það skiptir máli að halda þeim við og fylgjast vel með þessu til þess að halda þessu jafnvægi í varandi og því að Rússland og Bandaríkin bara horfa hvort annað. Þannig að
þetta svona þess vegna kemur þetta upp og verður meira mikilvægt að Kínverjar eru búin að nú ætla ég að sletta kornera þennan málmarkað algjörlega og stýra honum og við eigum ekki dýðu en þó við leggja gríðarlega fjárfestingu og annars líkt. Þeir eru með betri ísbrjóta, Kínverjar og Rússar, breyti ísbrjóta og raun og veru betra varnarlið og miklu fleiri líka á þessum norðurslóðum og svo skipti máli trade til Asíu og það náttúrulega það sem við sjáum að gerast að Indland og Kína eru farin að skipta meira máli og bara allt þetta Asíu svæði varandi þar hvernig þú kemur hlutum þangað í sölu eða markað. Já, þetta alveg frekar merkilegt út af því að eins og þú nefndir sko, þeir eru búin að einoka svolítið allar virðiskeiðina, allt frá því að grafa eftir þessu, hreinsa þetta, vinna þetta og koma þessu svo í raftaki sem að þeir svo vinna sjálfur. En það sem ég velti fyrir mér sko, þú skrifaði grein sem hét Trump Churchill Grænland, er það ekki rétt hjá mér? Jú. Og sko, þú ferð aðeins yfir þessi mál þar sem þú ert svona að færa rauk fyrir því að þetta sé svona svolítið breytt staða og einmitt út af því að þú nefnir að Kína og Rússar séu svona stærsta öryggisógn Bandaríkjanna og þar af leiðandi verður Grænland stór hlut af því hvernig framtíðin verður út af þessum óangreindum atriðum sem þú ert búin að fara yfir. En af hverju Churchill? Af hverju færa rauk fyrir því að hann sé Churchill Grænlendinga? Jú, sko, það sem ég hefur verið tölvöld mikið að viðtölum út af grænlandsmálum alþjóðlega núna síðustu vikum. Ég held að sé ekki miðill sem við höfum ekki tekið viðtal við svona þekktu miðlum, þannig að við höfum verið svolítið og þá kemur auðvitað nánast alltaf spurningin upp sko, hver á að stýra Grænlandi og okkar svar hefur verið því að Grænlendingar eiga að stýra sig sjálfur og taka ákvörðun sig sjálfa. Og næsta spurningin sem hefur oft komið upp eiga þeir bara einhvern séns að vera sjálfstæði sko. Þurfa þeir ekki bara á dönum að halda og þetta er frumstætt samfélag og allt þetta. Og í því felst auðvitað einhverju leyti tölur fordómar sko, og yfirlæti og þá hef ég reynt að benda á í miðlum að við Íslendingar vorum málbúar Evrópu árið 1940, ekki þróuð, ekki með mikla innviði og það að Churchill hafi komið til Íslands með Royal Marines og byggt upp flugvelli og komið með raun og veru gríðarlega mikið fjármagn til þess að tryggja öryggi okkar Íslendinga og auðvitað bandamanna og í framhaldar því tekur Roosevelt við og heldur áfram þessum fjárfestingum í öryggisvinnum og við fáum Marshall aðstoð sem byggir upp ljósafossvirkjanir, þannig að við förum orkuvaðast og svo er rekin hérna herstöð og herstöðin hérna á Íslandi, hún er einna stærsti gjaldeyrisskapandi greinum í Íslandi mjög langan tíma. Ég man ekki hvort að einhver nefndi árið 2000 þriðja stærsta eða eitthvað líka sko og svo fer hún 2006 og þetta var áfall fyrir þjóðarbúið að missa, ég man ekki hversu margar biljónir, það fór eitthvað upp og niður var á hverju ári af fjármagn sem flæðir inn og með lítið hagir þá skipti það gríðarlega miklu máli, þúsundir manna sem byggu hérna og þá má með rökum færa að vorum við efnahagslega sjálfstæð fyrir eftir hrununa eða þú veist, við vorum ekkert að reka þennan ríkissjóðin einhverjum blúsandi hagnaði og þetta gekk ekki blúsandi vel fyrir að við fórum að sjá árangur þessa fjárfestinga í orkuinnviðum, í iðnaði og svo framvegis sem tók 50-60 ár. Og þá spyr maður sig, af hverju ættu Grænlendingar ekki að geta gert slíkt því sama? Og það eru hagsmunir Bandaríkjanna að styrkja þessa innviði. Það ætti að vera hagsmunir Danmörkur að gera slíkt því sama ef þið vil hafa ítök á Grænlandi, þá að vera hagsmunir okkar, Evrópu og svo er iðnaðurinn hann inn og þeir eru þá komnir í þá stöðu, finnst mér, að geta, þar að segja ef maður myndi setja grænlenska hattinn á sig, að vera í mjög sterkri samningsstöðu upp og búa sér til sitt eigið sjálfstæði en á sama tíma að fá sömu aðstoð við fengum til þess að verða sjálfstæði, þegar það er ekki þannig að við höfum bara geta farið frá dönum og ekkert hefur gert sko. Og þá segir þau mér, já, ég meina í hvað okkur eldur okkur segir það, ég meina það er náttúrulega Bandaríkjumenn eða Danir eða aðrir, þeir geta nú bara, þú veist, sagt þeir láta það bara vera, en ég meina hvað ætlum við þá að fá Rússa og Kínverjinn eða, þannig að þeir eru alveg príma samningsstöðu, finnst mér sko og þetta verða Danir og Bandaríkjumenn og aðrir og Íslendingar átt að sjá ef við tökum Danir sem dæmi, þú veist, fólk segir já, þeir megi alls ekki vera
þá undir eða í slagtöfu við Bandaríkin eða Grænlendingar eða þessu sjálfur, en ég meina saga Danmörkur og Grænlands er ekkit frábær. Nei, það var ófrjósemis aðgerðir hann á 7. áratugnum og alls konar svona, já, mjög varhugavert. Og svo sem ekki endilega saga Danmörkur og Ísland heldur, en á sama tíma þá má heldur ekki gera lítið því að Danir hafa verið að gera margt mjög gott og þeir veita ákveðin stöðuleika á Grænlandi og þeir hafa verið svona svolítið skömmustulegir undanfarin ár og ekki alveg vitið hvern fótinn þeir eru að stíga, og Danir hafa líka verið góðir Íslendinga eftir ekki. Ég meina, við fáum að fara til Danmörkur og liggja hérna á kerfinu, ég veit ekki hversu margir kerfisræðingar frá Íslandi hafa búið í Danmörku og fengið allt út í því á þess að skila niður tilbaka. Þannig að við þurfum líka að passa okkur á því við Íslendingar, við munum eftir því. Ég man að ég bjó í hálft ári í Danmörku og ég fekk mjög góða aðstoð þar hans líkt. Þannig að þó svo þessi saga þá er líka svona ákveðin svona raunveruleiki. En eftir sem áður þá er það þeirra ákveða Grænlendinga og þeir hafa þá stöðu til að gera núna, og þess vegna segi ég að, og er vonandi að reyna að segja þá beintu Trump, að herru, þú getur orðið Churchill, þarft ekki að eiga Grænland, en þú getur orðið Churchill of Greenland, sem er auðvitað svona okkar voni brjóst að Grænlendinga verði þá sjálfstæði sjálfur og nýti sér þá styrkleika sem þeir geta haft til þess að leyft Bandaríkjunum að koma að inn og gera hluti. Og það er eitt sem er mikilvægt, það eru Bandaríkin, Kína, þessi stórveldi sem munu undirbyggja, þessi stóru markaðir, London markaðir, New York markaðir, sem munu undirbyggja þessar fjárfestingarana. Danir mun ekki gera það. Danir hafa engan áhugaði. Af hverju ekki? Hver er svona, á hvaða forsendum byggiru? Núna hafa þeir gríðarlega mikinn áhuga allt í einu, út af því að náttúrulega Trump hefur áhuga. Þeir fara rauk fyrir því að þeir ætli að fara að setja meiri innspýtingu í varnarmál. Þeir hljóta myndu, eða þú veist, ef að þú myndir kannski spyrja Mette að þessu, og ég veit að Trump og Mette hlusta náttúrulega á þennan þátt, að þau myndu alltaf segja, nei, heyrðu, býtu, við sem Danir hérna, já, við erum kannski aðeins búin að draga lappinar, en ef við erum að fara að bæta rosalega við varnarmálana, og sjálfur sér erum við að auðvitað að fara að bæta úr því sem að þú ert að ræða, sko. Jú, þeir geta gert það, þeir geta hlaupið til núna, en enga síðu, þó svo þeir bæti mikið, þú veist, þá er það bara brota af budgeti Bandaríkjanna í hvað sem er. Og svo eru Bandaríkjamenn hafa getu, miklu betri getu heldur en Evrópumenn, að hugsa mun lengar fram í tíman í, hvað við að segja, frjálsu samfélagi. Tökum sem þetta með Amazon. Ég held að það hefði ekki verið profitable í 20 ár, sko. Það skilja hagna, en þú veist, menn áttu þessu á áhættinu og geta skilgreint áttu, og það er svo mikið afl í Bandaríkjum til að fjárfesta þeir nokkla með $1 og allt þetta. Svo er markaðan svo stór. Og þetta vita Danir. Þú veist, Danir, þeirra helstu fyrirtæki eru mjög háð Bandaríkjunum. Helstu fyrirtæki Íslands, mjög háð Bandaríkjunum. Alvotek, ef þeir eru ekki að selja Bandaríkjunum, það er að markaðurinn. Kerisins. 97% minnum held ég að Guðmundur Fertram hafa sagt núna nýlega fundi. Já, þannig að þetta skiptir máli, og þar af leiðandi geta Danir svolítið, sko, þeir segja, herðu, við viljum setja inn $500 billion árið inn í Grænland. Við reyndar, sko, það kemur fjárfesting frá Bandaríkjunum inn í Grænland líka, sem okkar dönsku fyrirtæki eru nú að njóta, en alltaf við setjum þetta inn, við fáum sætið við borðið, við skiptum máli, en svo alltaf Novo Nordisk, sko, að selja sín lítið Bandaríkjana, þú veist, og fá allt út úr þessu, og svo standa þær upp og segja, herru, við ætlum ekki að láta tala svona við okkur. Í hvaða stöður? Þeir eru í yngri stöðu. Það er sem ég segja, og þess vegna er það alveg rétt, og þeir þurfa að leggja til fjárfestinga í innviðum commodities og slíkt sem þeir hafa einhverju verið að gera, en það er ekki þeim eðlislegt. Þetta er ekki þeirra geiri er þjónustugeiri, þeir eru mjög góður í Maersk í shipping út af leigu sinni í Danmörku, þeir eru mjög góður í þessum lyfjageira, þeir Lego og allt þessi fyrirtæki sem við þekkjum, þessi frábæru fyrirtæki sem við þekkjum í Danmörku, en þetta er ekki svona það sem olíu og gas eða mining eða eitthvað slíkt því tengt hefur ekki verið svona þeirra típiska verkefni, og þetta er líka vandamáli við fjárfestingar heiminum, að út af því sem ég var að segja, þessu lágu hráuraverð, þá hafa bara allir sagt, herri, ég vil bara eiga í Facebook og þú veist öllu þessu dóti, sko, en að vestasvindmylur og þetta er ekki eitthvað skítut mæning, sko, það er ekki að koma nált því, en allir þessi geira þurfa orku og málmum að halda, þannig að þetta er nokkvæmlega óðbóðslega mikil hræsli, þá sérstaklega á Evrópulöndunum, að þeir hafa, og einhverju leyti Bandaríkjum líka, að raun og veru þú hefur bara úthýst öllum þessum geirum til annar landa, svo vaknar upp í vondan draum, það verður alltaf verið týraður á þér ánastíð, og þá alltaf einhvern veginn, þú veist, þá er það svolítið seitt, sko.
Þannig að einhvern tímann verða þá ríki eða þá markaðurinn að fara að vera opnari fyrir að fjárfesta í þessu og gera þetta, því annars endaru í þeirri stöðu sem við erum í dag. Já, hvað út af því að þú hefur talað að Ísland geti verið svona að það séu tækifæri fyrir Íslendinga og Ísland einmitt að móta okkur ákveðina bæði svona menningarlega stöðu, landfræðilega stöðu og líka kannski efnahagslega stöðu og svo við séum kannski ekki endilega að fara að færa fram mikið fjármagn þá getum við fært rauk fyrir því að við séum menningarlega tengd Grænlandi að því leitinu til að við vorum líka í þeirri stöðu einmitt eins og þú nefnir fyrir 70 árum að við getum einhvern veginn verið að undirbúa það að Grænlandingar verða mikilvægir og verða að bjóða þá út okkar þjónustu hvað varðar, ýmislegt. Nú ert þú náttúrulega þannig að einhverju leitinu erum við að því. Er eitthvað fleira sem við getum verið að gera? Ef við byrjum að svo stóru myndinni eins og ég sé hana að það sem skiptir Íslendingamáli við erum með EES-samning, skiptir gríðarlega miklu máli fyrir okkur og skiptir máli að styrkja hann sem við vilja fara alla leiðir að fara inn í ESB sem ég ekki að tala fyrir en þessi samningur skiptir máli. Það sem skiptir okkur ennþá meira máli varnarsamningur við Bandaríkin. Við þurfum að hafa hann. Nú, ef við ættum að setja þá ofan á það sem að gerast reyna átt okkur á því hvað að gerast í heiminum dag sem skiptir okkur þá hvað helst máli og segja hvernig geta Íslendingar skipt máli. Og þá hef ég sagt eftirfarandi að við viljum hafa varnarsamning við Bandaríkin. Við viljum hafa þá hér frekar en Kínverja eða Rússa eða eitthvað svona autokrasi. Þannig að við erum ekki mikið sterkri stöðu að segja nei, farið þið í burtu, það gengur ekki upp. Við höfum ekki það. Við erum orðin þróa samfélag. Við erum ekki eins og við vorum einu sinni þar sem við áttum ekki fjármagn og annað slíkt til að leggja í varnir og annað slíkt. Við erum að veifa þeim fánútum allan heima, við séum bara með eitthvað besta samfélag heimi og við séum svo rík og allt þetta. Þannig að þessi krafa að NATO-ríki leggi til meira, hún geta alveg, henni getur alveg fyrir bent að Íslandi eins og annars staðar. Og þá, en svo erum við með þetta alveg óðbóðslega sterka Norðurlandasamstarf sem við oft gleymum. Það er raunverulega mun sterkara heldur en flestar af því að það leifir okkur að búa í öllum þessum löndum, vinna þarna og slíkt og innan Norðurlöndum ertu líka með ódýra orku, þú með mikinn processing á málmum þekkingu eins og álverin hérna í Íslandi og slíkt, þannig að þetta efnaðarsvæði er óðbóðslega öflugt. Þannig að ef við horfum á þessa þrílegu þá viljum við hafa þetta sem sterkast fyrir okkur, held ég. Nú, það fyrsta sem ég held að við getum gert til þess að styrkja stöðun okkar, að vera ekki bara eiland sem skiptir kannski litlu máli en að vera eitthvað flugmóðskip, er að segja ef að við styrkjum tengstinn við Grænlendinga og þá ég við það að við þjónustum Grænlendinga meira, við leggjum sem ríki fjárfestingar í það að auðvelda þeim lífið á einn eða annan hátt. Og það getur verið eins og ég nefndi allt frá menningum og listum, við höfum séð það til dæmis með Rókin þegar Heitin Jökulsson var að vinna þarna, við höfum séð það í alls konar innviðauppbyggingu, Ístak hefur að taka þátt í því, við höfum séð það með flugleiðum og skipaleiðum, Icelandair og Eimskip og svo framvegis svona. Þannig að íslensku sjávarútvegsfyrirtækin eru að veiða þarna og það er ekki bara brim sko. Það eru íslensk sjávarútvegsfyrirtæki sem hallmæla nú oft Evrópusambandinu sem er að veiða fisk á Grænlandi sem þeir fá kvóta frá Evrópusambandinu sem er ekki mikið talað um sko og eru að fá alveg mikið fyrir sitt þar sko og stundum hefur nú verið þannig að þeir hafa nú ekki einu sinni leyft sko grænlenskum skipum að landa á Íslandi. Þannig að við erum töluvert frek þarna og við erum að fá miklu meira út úr grænlensku samfélagi heldur en þeir eru að fá út úr okkur. Þannig að það er það fyrsta sem við þurfum að skilja. Þegar við erum búin að skilja það, þá á það að vera mjög auðvelt fyrir okkur að leggja í hluti sem hafa verið kortlaðir, til dæmis að grænlandsskýrslu sem Guðlaugur Þór lét útbúa og Össur Skarphéðins útbúa, það geta verið sjúkraflug og það geta verið menningatengd starfsemi, það getur verið alls konar verkefni og þá bein fjárfestingi þeim. Og það sem við viljum þá helst reyna þá búa til er að segja við Bandaríkin, herðu, nú erum við að koma hérna grænlandssamfélagi, við erum að hjálpa því að byggjast upp. Nú til þess að það geti byggst upp, þá þarftu fólk. 70% allir fjárfestingu í Grænlandi er fólk. Það er ekki gröfur og bátar og annað slíkt. Það er bara að koma fólki hann inn. Og þú vilt fá fólk á sem flestum stöðum hann inn, ekki bara frá Bandaríkjunum eða bara frá Kanada eða bara frá, þú vilt koma hann inn. Og Ísland er alveg landfræðilega á frábærum stað til að gera það. Þannig að hérna getur til þess íslenska stofnanir, segjum útlendingastofnun, hjálpa til
við að koma fólki inn í Grænland. Það að segja að þú fær atvinnulegu í Íslandi, eða það verður samningur það að þú koma atvinnulegu í Íslandi, þá getur þú unnið á Grænlandi. Það að segja Íslendingur með atvinnulegu í Íslandi, hann getur unnið og fengið atvinnulegu á morgun á Grænlandi, alveg svo í Danmörku og svo framvegis. Sá samningur liggur fyrir. Þannig þetta eru svona litli hlutir sem við getum fara að vinna hratt í núna og svo getum við snúið okkur til bandaríkjanna og við getum sagt, við erum að gera hérna fullt af hlutum sem skipta ykkur máli og við ætlum að halda því áfram, við ætlum að leggja hérna svona fjárfestingu, við ætlum að koma inn hérna fólki þarna, við ætlum að nota öll þessi hérna fyrirtæki sem á þekkingu að vinna þarna, við getum farið til Grænlending og sagt, hvað viljið þið? Hvað má bjóða ykkur að gera á Íslandi? Á þess að bjóða neitt tilbaka, að því að fjármagnið í þessi verkefni mun á endanum flæða í gegnum Ísland, sem auðvitað það sem ég var að reyna að segja, ég kannski sagði það ekki nú opinskátt í Morgunblaðinu, þar liggur aðal hagsmunir og fyrir hagsmunir Grænlendinga það öll þessi verkefni byggjast upp. Við erum með tvísköptunarsamning, það eru alls konar leiðir til þess að hugsa hvernig það gert og það þó langur þátturinn en við höfum náttúrulega upplifað þetta í Amarok því við höfum lagt í svo mikla fjárfestinguna, við vitum nákvæmlega hvað hægt að gera til að vera bestur hana. Þá það sem ég langaði samt að vita hérna svona út af því við talaðum líka svona menningaleg tengsl, maður veit ekkert hvort að Íslendingar almennt sé einhvern veginn álítir sér sem eitthvað voða mikla Grænlendinga en ég menna þetta ég hef oft hugsað þetta, ég hugsaði meira þetta svona eftir ég kynntist þér einmitt þetta með að Grænlendingar eru svolítið í stöðunni okkar nema nokkrum áratugum eftir en svona, hvað ég segja, kallað menningalega eftirspurn eru Grænlendingar almennt séu þetta en nú ert þú mikið hana maður sá svona myndbönd sem voru einhvern veginn svona alls konar sumir með hérna makahúfu og spennti fyrir því að hérna Trump væri að koma sumir með miklar svona varúðar svona hugmyndir það hvað þetta þýddi hvort væri þú veist að missa þá bara sjálfstæði sitt til einhvers annars eða eitthvað þannig en samt myndi þetta koma til með að nýtast í sjálfstæðisbaráttunni var svona einhvern veginn alls konar hvernig svona þín tilfinning út af því þú ert mikið hana Grænlendingar, þeir spenntir fyrir einhverjum svona hugmyndum eða þeir spenntari fyrir því bara að einhvern veginn verða meiri hluti af Bandaríkjunum og nýta sér þá krafta þessa til þess að öðlast sjálfstæði og væri þá kannski líklegri til þess að segja bara nei við Íslendingar líka hvernig metur þetta? Já fyrsta lagi hana ég ætla að byrja á þessum spyrjumvendur ég held með fríverslunarsamning á Ísland og Grænland þar sem við leggjum í fjárfestingar á Grænlandi, íslenska ríkið við leggjum í fjárfestingar það bara heil matseðla ríkistofnunum hérna allt frá landhelgisgæslunni yfir einhverja ratsjávörnir og slíkt þú getur farið inn í svo stofnunum þeir eru krakkar ef við leggja okkar á mörkum hérna ég alveg viss það að þetta búið til mjög skemmtilega stemmingu innan allar þessar ríkistofnunar og segja hvað getum við gert til þess að aðstoða og leggja okkar á mörkum og þá erum við að nýta okkar eigin fólk til þess að taka þátt í og ríkið þá vissulega leggja í fjárfestingu. Þannig ég held að ef við nálgumst það á þessum forsendum og nálgumst það með þeim forsendum að þeir eru þetta ráðallu og biðja okkur við bara þjónustu það, nummer 1, 2 og 3 og sem í sama hvaða hætti það þá held ég sér gríðarlegt tækifæri þar og það mun skila sér tífalt tilbaka. Það sem við verðum að skilja að efnahagur Íslands hefur byggt upp á fiskveiðum, orku núna ferðaþjónustu og innviðum. Þú ert með það sinnum 1000 í Grænlandi. Þetta allir sömu geirarnir og við höfum byggt upp Ísland eru óplæður hérna á Grænlandi. Og leiðin að þeim, að þeir eðlilega þeir bara sig, að sýna vinaþel og leggja fram á borðið. Við erum tilbúin að gera allt þetta á þess að fá neitt tilbaka. Að við vitum það innst inni að til þess að byggja upp þetta samfélag alveg svo þegar þurft að byggja upp Straumsvík í Konastík þá þurft að fá ælenda við erum með 25% af þjóðinu í Íslandi eru fólk alls þar á heimilinu mest frá Pólland og slíkt við gerum þetta ekki eins og sjálf einn og þetta bara að hugsa aðeins fram í tíman og vera með plan ekki vera reactioner í gagnvart því hvað Trump að segja núna á morgun og metti fyrir þessi hindaðin og eitthvað svona við þurfum að hugsa okkar hagsmuni og það held ég að í þessum stóra samhengi skipti mestu máli að ég sé ekki til dæmis ef að auðvitað skiptir að máli að styðja Úkraínu og auðvitað skiptir að máli í nafnuna verja lýðræði og allt þetta en svona, ef maður ætti að horfa ótrúlega kalt hagsmunilega,
okkar peningar í að kaupa einhver vopn í Úkraínu, það að fara að make og breyka ykkur í Úkraínu? Nei, en okkar fjárfesting í Grænlandi, það getur vissilega skipt alveg óbáslega máli, og þegar það skiptir þá óbáslega miklu máli, þá mun það skipta Bandaríkin óbáslega máli, það mun skipta Evrópa óbáslega máli, og það mun skipta Danmörk óbáslega máli, og þá allt í nertu komin einhverju stöðu. Þegar við snúum svo við og við segjum, Bandaríkjastöð segir, já, Ísland, þið nú bara að setja 2% af landsframleiðslu í NATO eða 5. Þetta er bara 50-100 milljarðar. Skilur þú, ég hefði alltaf haldið, kannski er ég ómikill viðskiptamaður eða eitthvað, ég hefði alltaf haldið þú myndir hugsa þetta svona og fara svo að vinna þið inn í hvernig get ég styrkt stöðu minna, þannig ég skipti máli, þannig ég þurfi allan ekki að leggja þetta fjármagn. Sko, þú hittir þannig naglan á höfuðið, sko. Þú ert náttúrulega svo mikill viðskiptamaður og ég sé alveg í gegnum þig, sko. Út af því að það sem þú ert náttúrulega að reyna að færa rökveri hérna er það að íslenski skakkareyndu fara að borga fyrir innviði í Grænlandi til þess að þú geti verið að grafa eftir þínu gulli og móka undir eigin rass, sko. Ég held að það sem er náttúrulega að gerast hérna er að þú ert að vera að reyna að færa rökveri þessu út af því að þú ert í eigin hagsmuna tækifæramennsku að Grænland sé allt í einu komið eitthvað á fætan og þér er svo rosa andum grænlensku þjóðina, nei, þér er andum þína eigin hagsmuni, þér er væntum það að þú fáir ókeypis flugvelli sem að skakkareyndur annarra landa sé að fara að greiða út af því að þú ert að bara koma gullinu þínu inn og út úr landi. Veginir eru allir í klessu og þú hefur áhyggjur af því út af þess að erfitt að fara á milli námunar og annarra staða. Þannig að ég sé alveg í gegnum þetta og ég held bara að skakkareyndur hafi bara nóg með sína pening að gera, sérstaklega þegar ríkissjóður er svona illa rekinn. En sko, þetta er bara hagsmunir mínir að því að þetta er gert, væri vissulega miklir, það er alveg rétt í þér. En það breytir ekki að ég hef ekki fengið krónu eða mitt félag frá neinum hingað til og við þurfum þetta ekki. Raun og veru að gera það betra fyrir mig því að við stöndum einir af þessu. Við byggðum okkar eigin höfn, það var engin hafnasjóður. Við byggðum okkar eigin, eða sko Danir er að byggja nýja flugvelli. Þannig að þetta er allt komið á stað. Og ég er ekki eins og að tala þessa fjárfestingu. Ég er að tala að við erum að senda kóra, skórækt, fá að selja hreindýrakjöt á Íslandi. Þetta er ótrúlega litli fjármunir. Og á móti kemur fær Ísland þá aðgang og ennþá meiri aðgang að því sem við gerum best. Mun það hagnast og skipta máli fyrir Amarok? Vissulega. En ég er náttúrulega að tala út frá því hver er hagsmunir Amarok er. Og ef við hugsaum þá hverjir eru hagsmunir Amarok og hverjir eru hagsmunir Íslands? Ætli sé ekki svona 15 fyrirtæki að vinna fyrir Amarok sem ég safna mest af erlendum, jú, einhver leiti hérna á Íslandi líka sem hefur verið frábært að fá lífeyrissjóðanna slíkt, en bara flugið, ég flyt 50 kalla til að frá með Icelandair í hverju mánuði. Ég flyt það svo með þyrlu sem Reykjavík helikópter. Ég nota verkís í alla vinnun okkar. Við erum að nota innviða aðalega eins og alls konar fjárfestingum og slíkt. Þetta er endalaust af peningum sem fer í fólk og þjónustufyrirtæki. Og það, þú veist, þetta er skattból sem við erum að greina og ætlum að reyna að sína næst hérna á kannski einhverjum viðskiptingum ef við skiptum máli á því. Af því að þetta er það sem ég er að reyna að setja fram með ótrúlega lítilli fjárfestingu. Þú veist, við erum að tala kannski 10-20 sjúkraflug á ári fyrir einhver sem er bráðveikur og þarf að komast. Þetta er ekki mikið, sko. Og það er bara það að sýna fram á að við gerum þetta og erum tilbúin í þetta og hnika nokkrum samningum þannig að þetta verður ennþá auðveldara og sýna signal út af við að fjármagn muni fara í gegnum Ísland þarna inn, eða hluta til allavega, af því að svona landræðlega skiptir staða máli. Það er svo mikilvægt. En auðvitað getum við líka, eins og þú segir, hérna, bara sagt, nei, bara reynum bara eitthvað að veiða eins betur á Íslandi og þú veist, eigum ekki bara, fókusar bara eina við og byggja okkar úr sömu kökunni, en við þurfum að vaksa. Þú veist, ég held að Kristrún hefði sagt að við þurfum að vaksa og vöxturinn er þarna. Þú veist, hann er ekki í Sómalíu eða Malaví. Þú veist, það er vöxtur þarna og þetta er mitt á milli að vera þróunarland og vanþróunarland. Þannig að við erum nú þegar að fjármagna þetta allstaðar í heiminum. Þannig að ég veit ekki, ég bursi frá mínum hagsmunum eða einhver önnur, þá finnst mér þetta bara svo borðleggjandi, sko. Já, mér finnst það enda líka, sko. Ég hef einmitt verið að hugsa út í þetta sérstaklega út af þeim svona þeirra heimsmynd sem er svona til að teiknast upp þar sem að það er meiri stemning fyrir svona ákveðin einangrunarhyggju, aðeins meiri stemning náttúrulega fyrir tollum eins og Trump er búin að koma inn á, hin löndin svara einhvern veginn í sömu mynt og ég held einmitt að sko, ég var nú að lesa um það í hérna bók sem heitir
The Economic Warfare eða Economic Weapon eftir Nicholas Mulder sem hann einmitt færir rauk verið því að þau lönd sem einmitt fara svolítið svona á móti sveiflunni þegar það koma ákveðin tollar og aðrar svona kvaðir varðar alþjóða viðskipti þá var það oftast löndin sem hafi fyrir gegn straumnum sem hafi sko staðið upp sem ákveðinir sigurvegarar og ég held að Ísland út af bæði landfræðilegri legu og náttúrulega sögulegu samhengi við Grænland að þá held ég að þetta ótrúlega borðleggjandi og ég alveg hjartanlega sammála sko og ég held að við getum út af því að kannski okkar helsta útflutningsvara líka í þessum svona, í þessum málum kannski hugvitið að við séum með ákveði hugvit, við búum frekar vel með það að gera. Ég held einmitt að sko stjórnmálin ætti einmitt að leggja svolítið áherslu á það að við komum þessu svolítið að dagskrá að við séum einmitt í að sigla svolítið á móti straumnum og það væri kannski svona, svo ég noti nú aftur þetta orðatiltæki sko, borðleggjandi að Grænland væri kannski fyrsta stopp í þeim efnum, bæði út af því hversu mikil áhrif þetta mun koma til með að hafa alþjóðamálin bersýnilega, en líka út af því að þetta út af því að þú talar svona langtíma hugsun, þetta eru nákvæmlega þeir hlutir sem við munum koma til með að þurfa, man ekki sko synga einmitt sem mikilvægt efni til þess að nota í ýmsu hluti varðar svona nýja tækni, bara ótrúlega mikið í norðurinu, líka stórar auðlindir í suðrinu og náttúrulega landfræðilega Nalonok náttúrulega frábær með þetta að gera, hún með gott aðgengi þannig að mér finnst svo skrítið einmitt sko að fylgjast svolítið með því að svona í þessari einangrunhyggju þá hefur samt verið voðalega lítið talað það hvaða stöðu við ætlum að móta okkur í þessum efnum og ég held að það einmitt frábært fyrsta stopp einmitt, förum til Grænland, gerum eitthvað svona og reynum þá eftir því sem að aðrir eru meira í einangrunhyggju út af því að ég var með Sigurð Hannesson sem var að reyna sko, tala það að við mættum ekki lenda í þessari klemmu á milli Evrópu og Bandaríkjanna frábært verk væri þá bara einmitt að gera það svolítið í verki og vera bara einmitt við ætlum ekki taka þátt í hvoru Já, og þetta sko ég sé ekkert annað leverage ef einhver annar getur sagt mér eitthvað leverage sem við höfum ég sé ekkert annað leverage á borðinu núna og þú veist og það þá fyrir báða aðila þú veist, það ef þú ert með þetta samband að fókusera og Þorgerður Katrín mun ekki gera neitt annað næstu 4 ár en að fara og fá sér 9.000 kaffibotla með grænlenskum aðilum. Þetta snýst það sko. Þetta snýst ekki að vera með einhverja flotta sendinefndir og halda eitthvað svona. Þetta snýst að fara þarna aftur. Ég hef samið stærsta leyfispakka alls Grænlands á síðustu 10 árum. Ég hef samið að taka félög úr gjaldþroti snúa. Við erum búin að gera þetta allt með öllum þessum aðilum. Við erum búin að fá heilt leyfi fyrir þetta námi. Við vitum hvernig það hægt að nálgast þetta og það snýst þetta að menn fóðu traust að við sýnum eitthvað. Og ég sé ekki sko neitt annan samning eða neitt annað sem skiptir okkur eins mikið máli og segjum sér svo að ég hafi rangt fyrir mér að þetta gerir ekkert varðandi alþjóðamálin þá allavega hefur þetta bein áhrif á svona þessi 2 lönd sem líka því þetta okkar sko heldur nágrannar frændur og frængur og vinir og allt það sko þannig að ég einhvern veginn sko ég veit ekki hvort það sé sko það nokkla kannski skemmtilega að fara á NATO-ráðstefnur og fara alltaf þarna og vera svona einhvern veginn, þú veist einhvern veginn líð eins og við séum eitthvað en þú veist, það bara ekki staðan það öllum alveg sama þú veist, það verður bara Ísland og við getum myndað okkur stöðu held ég þarna, kannski hefur hann fyrir mér en ég held að, og ef með einhverja aðra stöðu, þá skulle bara ég þetta dónum en ég sé ekki aðra stöðu sem við höfum og við höfum sterkt stjórnkerfi, við höfum sterkastofnanir við getum útviðað svo margt og tekið þátt í svo mörgu ég held meira svona sko að hvort það séu sko björgunarsveitir eða svona partur af þessum svona varnarinnviðum og varnarmálum í Ísland sem oft tengt björgunarsveitum, þær hafa verið á Grænlandi það eru ótrúlegasta fólk og stofnanir sem hafa verið þannig og hafa góða þekkingu við getum nýtt okkur þetta allt og við getum labbað fyrir fram að Bandaríkjaforseta eða fyrir fram að Evrópuforseta eða fyrir fram að Danmörku og bara komið með matseðil að því sem við skulum aðstofa með á þess að biðjum neitt tilbaka að því við erum með flesta samningana tísköldunarsamning og með að færa á milli þeir eru flesti til staðar ég held að sé sko 2 blaðsíður á tolluminningarna þannig að það hefur ekkert að segja þannig að þetta kannski eitthvað svona hnykk aðeins á því hvernig fólk ferðast inn í Grænland og hefur ekki beina ára og nú þetta rekstur hjá þeim þetta held ég að við getum gert
ef við leggjum okkur fram sko. Og ég held að með því að hafa þetta að þá hægt að eiga samband við Bandaríkjastjórn sem sjá hvað við erum búin að búa hérna til, þið eru með varnar innvið á Íslandi, þið viljið vera með á Grænlandi, ykkur vantar að láta byggja upp námur og orkuverkum og slíkt, hérna perfekt leið til þess að fljúga fólki hérna frá Boston og yfir til Grænlands og búa til hérna þrýðning milli Bandaríkjanna, Grænlands og Ísland, göngum frá því, svo erum við með Norðurlandasamstarfi og svo erum við með samningin. Þú veist, þetta fyrir mér bara algjörlega borðleggjandi. Já, ég velti fyrir mig þá sko út af því að þú sagðir að svona starfið þetta hefði ekkert breyst mikið frá því að þetta gerist. En sko, nú talað það að, og þú búin að koma inn á að samningsstaða Grænlands honum miklu betri. Hefur þetta ekki breytt einhverja varðar sko, út af því að við hefum náttúrulega rætt áður hvaða þýðir að vera að sækja þessa málma, hvað það þarf. Þannig að ég ræddi, við töluðum senast fyrirtæki sem var á undan ykkur sem hafði keypt vitlaustan bor frá Grænlandi og voru komin með hann og eiginlega bara félagið var bara undir út af því að ein svona mistök geta verið svo gríðarlega haft svo gríðarlega mikil áhrif. En hefur staða ykkar eitthvað breyst? Það núna náttúrulega þið með ákveðna innviði sem nauðsynlegur til þess að sækja þessa málma. Þið eru með öll bjargaráð, þið eru með hugvitið. Trump allt í henni miklu spenntari. Ef að ég veit ekki hvað hann myndi gera ef hann færi með eitthvað svona hervald, en ég geti hugsað mér að hann myndi nota eitthvað svona mjúkt vald til þess að hafa áhrifana. Hefur þetta breytt stöðu Amarok? Já, það hefur gert það og það bara að þessum þáttum sem þú nefndir undan að það eru ekki margar leiðir til að fá exposure á Grænlandi eða fjárfestingu í Grænlandi. Og við lögum upp með þetta frá 2019 þegar við sáum í hvað stemdi og við erum með 4 geira sem eru fjármagnaðir, ber að nefna. Kláruðum þá fjármagninu á síðast í desember, við erum með gullgeiran, við erum með strategísku málmanna, við erum með þetta þjónustufélag og svo erum við með orkuverkefni. Og það gera það verkum að við endur segja sér afturina, þetta snýst ekki allt fjármagn og verkefni, þetta snýst hver ætlar að gera þetta og hverjum treystur til þess að gera þetta. Okay? Og þá snýst þetta ekki það að ég sé með eitthvað frábæra hugmynd, þetta snýst þegar þú spyrir mig mikið að gera hjá mér, það bara sólarhringurinn fullur af því að það bara við vorum að flytja Toyota Hilux í gær og hann með 2 setta þá tollflokkurinn þessi og þetta bara svona algjör detail og svo þarf þetta að fá fólk til að treysta þér og gera þetta oft og aftur og ekki gera sömu mistökin aftur og þau mögum ekki vera á dýrkeypt og allt þetta. Þannig að það gera það verkum að við erum í þeirri stöðu að það auðvitað sótt tölvöld mikið á okkur núna til þess að segja hvað að gerast. En til að byrja með eftir að Trump kemur þá allir svona smá sjokki hvað að gerast. Svo held ég að 1. apríl muni skipta mjög miklu máli í Bandaríkjunum. Þá held ég að það eru mikið af stofnunum sem þurfa að koma með ákveð plan til Trump og svo held ég að í framhaldinu því út þetta ár muni skipta mjög miklu máli, ekki bara gagnvart Grænlandi, heldur gagnvart öllum þessum. Af hverju 1. apríl? Það bara svona sem við höfum séð svona dagsetningu sem hvað ég segja, Bandaríkjaforseti hefur beðið sína stofnanir að vera með einhvers konar plani eða hugmyndur af plani varðandi critical supplies til Bandaríkjanna. Þannig að hann mun ekki bíða. Þetta líka svolítið eitthvað sem við þurfum að passa okkur á. Nú ég áhugamaður þetta. Ég hef lesið allar pólitískar ævisögur og kampænsögur Bandaríkjaforseta síðan George W. Bush eldri. Það farið í gegnum að mér hefur þótt þetta skemmtilegt áttaði hvernig þið vinna sigra og það hefur leitt mér að lesa eins Merkel og slíkt og svo hefur maður að horfa á það með svona sveipuðum augum hérna heima og það var lengi vel hægt að vera í þessu pólitík að með þeim forsendum að nota skoðanakannanir til að átta sig á því hvað væri málið að fylgja eftir og bíða með hluti. Það gerist eitthvað og svo bara bíði það af mér. Við sáum þetta mikið á Íslandi að við bíð bara með þetta gerist og svo gerist ekkert. Þetta alltaf að breytast af því að Trump átt að segja á því held ég hann hefur bara 4 ár, hann þarf að exekjúta hluti hratt og ef fólk ætlar ekki að exekjúta og gera hlutina þá mun hann bara hrista upp í því. Við erum að sjá það sama gerast alls staðar annars staðar að líka almenningur komið nóg að því að láta bíða eða þetta fer í nefnd eða við sáum þetta með Reykjavík þegar það voru ekki að móka snjó og það hefur bara engin húma fyrir þessu lengur. Þannig að það gera það verkum að þegar ég að nefna Grænlandi þessu stöðu að án þessum
mánuði, næstu 2 mánuðum, þá á íslensk stjórnvöld að mínu viti að vera búið til plan. Og ég gerir ráð fyrir þessu að gera það. Ég myndi mér að fólk innan stjórnkerfi og annars slíkt sé að búið til plan út frá öllum þessum mismunandi stöðum sem geta komið upp. Þú veist, ef við erum með virðisaukaskatt á fisk, verður það álitið sem tollur. Þú veist, verið að velta fyrir þessu? Ég veit það ekki. Nei, ég ætla að skjóta neins sko, því að núna hefur náttúrulega í síðan mæli verið rætt um það að við ættum að vera meira samofnari Evrópu. Grænland og Ísland einhvern veginn svona bara óhjákvæmilega einhvern veginn aðeins fyrir utan, bæði út af fólksfjölda og líka kannski landfræðilega legu, aðalega fólksfjölda náttúrulega út af því að við höfum kannski ekki alveg mikil áhrif og kannski teljum okkur oft í trúum á þessum fundum þar sem að fólk er örugglega að segja það sem við viljum heyra til þess að halda okkur góðum. En ég velti fyrir mér sko út af því að við höfum verið að færast nær Evrópu, þetta svona Evrópuflokkar, er ekki líklegra í stað þess að við séum að taka einhvers konar sjálfstæðar ákvarðanir í þessu, að við verðum bara svona í samfloti með Evrópu og þá þessi draumar það að við séum einhvern veginn að tengjast Grænlandi meira svolítið fyrir bí, sérstaklega við ætlum að halda Dönum góðum og við séum einhvern veginn að fara svona bak við þá. Já, ég held bara sko, þú veist, ég hef fullan skilning fyrir fólki sem ég hef verið sko Evrópusamband sinni sjálfur sko og ég hef aðeins færst frá því að því mér þótt Evrópusambandið svona, ég bjó í Bretlandi þegar fóru í gegnum Brexit og mér fannst það vitlaust af Bretlandi að fara þá leið sko og ég var algjörlega á móti því, en mér fannst viðbrögð Evrópusamband mjög óþægileg, þú veist, þannig að punkturinn minni þessi, ef við viljum færa okkur nær Evrópu og ná betri sambandi við Evrópu, þá viltu hafa leverage og þess vegna ég að segja þetta og saman með Bandaríkin, það ekki þetta að hlaupa bara í fang Bandaríkin, þið sjáum nú alveg, þú veist, að þetta er ekki algjörlega heilbrú hana, þú veist, stundum þetta svolítið óþægilegt, þannig að það sem við höfum alltaf náð að gera hvað best, við Íslendingar, við erum svona smugu þjóð, við finnum einhverja fiskismur, að búa til leverage með því að reyna að vera þarna á milli og nota þessa landfræðilegu og núna Grænland til að búa okkur til leverage gagnvart öllum þessum aðrum. Þannig að þú ert Evrópusinni, þá myndi ég meina búðu til góðan samning við Grænland sem býður sér til góðan samning við Bandaríkin til að fá sem bestan samning út af Evrópu og svo öfugt. Ég held að það sé lykilatriði en mér er svolítið góðu punktur í að þú nefndir að sko að ég tók þetta því að ef að Mette Frederiksen er með hagsmuni okkar á einhverjum fundum, þú veist, landfræðilega erum við mjög langt frá henni sko. Þú veist, þetta er ekkit mjög skýrt hvernig hagsmunir okkar fara nákvæmlega saman. Þannig að við þurfum að vera með svolítið svona kassan úti og ég held að Alþingi og ríkisstjórn þetta eigi ekki að snúa hvort við ætlum í Evrópusambandið ekki, það auðsynlega ekki að fara að gerast næstu 4 árum. Við þurfum núna í þessari stöðu pakka okkur öll saman, venda okkar hagsmuni mjög vel, snúa bökum saman og ég er alveg vissum Þorgerður er ofboðslega klár og keppnisfull og fókusur og ég er alveg vissum hún gerir það og átt okkur því hvernig myndum við sem bestu stöð út úr þessu að því að mögulega verður alþjóðapólitíkin erfið í svolítið langan tíma núna eftir þetta með Trump og hvernig við verðum að hrista upp í þessu og þá þurfum við að vera tilbúin í það. Já, og það náttúrulega ekki bara Trump sko, það náttúrulega líka Úkraína og svo náttúrulega stríðið á Gaza og fleiri stöðum. Og eitt annað líka í þessu sko, það pólitískur jarðskjálfti líka í Evrópu sem við höfum bara ekki ennþá vilja horfast í augu við. Sko, Marine Le Pen, hún liggur núna alveg svo Trump þegar hann var undir saksókn í Bandaríkjunum, þá er hún undir einhvers konar málum í Frakklandi. Ef að hún lendir ekki í fangilsi beint, þá er hún líkleg til þess að verða forseti Frakklands. Nigel Farage, hann er þarna að verða stærstur flokka í Bretlandi og öllu líki munnuðu gera einhvers konar coalition við Conservative Party og þú veist, norska ríkisstjórnin springja, þú veist, breska ríkisstjórnin, þetta er ekki svona straight forward eins og fólk heldur, í Evrópu heldur, það jarðskjálfti að eiga sér stað út allan heim, þannig að þess heldur, þar þurfum við að vera svolítið á tánum gagnvart því hvernig við myndum okkur í bestu komum okkur í bestu stöðuna. Já, það var líka bara svolítið kaldan haus sko, þetta er eins og þú nefnir sko, og svo náttúrulega Gert Wilders líka að fara að taka líklega yfir. Já, hann er náttúrulega í ríkisstjórn núna sko, en minn örugglega að koma til með sérstaklega sko, því ég er alltaf að reyna að fara rauk fyrir því sko, það sem að gerast náttúrulega í Svíþjóð og náttúrulega kosninga líka í Þýskalandi núna á sunnudaginn og það er einhvern veginn sko, þetta er einhvern veginn að sveiflast allt í sömu átt sko. Og ég held að sko pólitíkin í Evrópu er rosalega mikið að verða leidd
af svona ákveðnum svona dominókuppum þar sem að ef eitt fellur þá er þetta rosalega hratt að gerast og við þurfum að vera með svolítið kaldan haus bæði gagnvart því að við séum með stönduga og ekki vanhæfa stjórnmálamenn sem með að halda utan hlutina út af því að eins og ég reyndar komið inn á oft núna er að sko það sem kannski munurinn núna frá kannski 2014 til 19 og 19 til 25 að þá er það aðalega það að vondar ákvarðanir eru svo miklu verri og góðar ákvarðanir verða ekkert bersýnilega svakalega góðar. Það verða bara einfaldlega erfiðari ákvarðanir sem að þarf að taka og þá er gott að hafa kaldan haus. Og ég einhvern veginn, eins og þú varst einmitt að nefna, sko, ég er mjög ánægður líka á að segja þetta, eða sko, þetta er ekki hlutir sem eru þetta er ákveðið Venn diagram. Þetta er allir hlutir sem hafa áhrif á hvaðan annan, náttúrulega mismiklir. En ég held einmitt eins og þú ert að nefna sko, að pólitíkin í Evrópu mun koma til með að hafa rosalega áhrif. Ég hef reyndar fært rauk fyrir því að það sem að Trump er að gera með umræður tolla, umræður Grænland, umræður ýmis mál er varðar Evrópu, ég held einmitt að hann sé að reyna að flýta þessari vegferð. Það voru margir Nigel Farage meðal annars og Kimi Badenoch sem að voru núna á London, ég var ráðstefnu þar sem heitir ARC Conference sem að, ýmsir mjög valdamiklir aðilar voru einmitt að ræða málin. Þeir töluðu mjög vel Trump og ég held einfallega sko það sem að Trump er að segja er að hann er að ýta á eftir þessari bylgju og þegar þessi bylgja að mínum að þetta óhjákvæmilega kemur að þá þurfum við að vera svolítið vakandi og vera ekki búin einhvern veginn að móta okkur stöðu sem að kannski þessir aðilar hafa engan áhuga á eða geta nýtt sér til eiginhagsbóta sko. Ég hef samt sem að trú á því að íslensk stjórnvöld og séu með kaldan haus og alþingi, ég held að þetta sé sko, ég held að við þurfum öll að taka utan þetta. Ég held að við þurfum að taka svona pásu á þessu rífast Evrópusambandið annars lít næstu 4 ár og ég held að við þurfum bara að taka utan þetta mál saman og segja, herru, hvað liggja okkar hagsmunir, hvað skiptir með og hvað getum við gert? Þú veist, hvað getum við haft áhrif? Og ég veit það bara innan á stjórnkerfi Grænlands að þeir voru, þegar við ætluðum í fríverslunarsamninga viðræði við Grænlendinga, þá urðu Bretar fyrir til. Og þeir sögðu bara, Grænlendingar, og ég hef séð þetta oft áður, svo bara við höfum ekki getu til þess að vera í sko 2 fríverslunarsamninga við höfum bara ekki nógu stjórnkerfi sko. Og gott að blessa og það gekk ekkit alltof vel því að Bretar eru eins og þeir eru stundum og núna er að koma kosningar í Grænlandi. Þess vegna er nú með þessa grein og er að sitja inn á þér. Hún er 11. mars og það eru 2 stærstu flokkarnir heita EA og Siumut, þeir eru svona með einhverstaðar 70-80% atkvæðum. Annarkot vinnur Siumut og þá verður hann forsætisráðherra, þeir eru búin að vera í sko coalition saman sko. En þar kemur svona allavega fest start og þá eigum við að vera hana fyrst mætt og ég veit að utanríkisþjónustan er að vinna í þessu og það er öflugt fólk þar inn að gera. En það sem ég vil sjá, það sem þeir þurfa að halda og alltaf stofnanir hérna er að pólitingin koma bak og segja já við viljum þetta og ég held að sé ekki einn flokkur á alþingi sem er ekki tilbúin í það að horfa á Grænland og hópa fólki sem er ekki meira en 50.000 manns og segja herðu við höfum hagsmuna því að gera góða hluti saman og njóta hvers annars sko. Og það er eitthvað sem við getum gert, þú veist, það er eitthvað sem við getum náð utanum. Ég get ekki farið og keypt stærstu námi í heimi, ég get það bara ekki, en ég get rannsaka og reynt að finna hana, þú veist, að því ég get náði þannig leyfi. Þetta er svolítið sama, sko, þú getur gert þetta. Og ég held að sé svona, ef þetta er gert einhvern veginn sem svona fókuspunktur hjá okkur, þá er það ótrúlega björt framtíð fyrir Íslendinga og okkur næstu kynslóð. Þetta tekur langan tíma að byggja þetta og gera þetta og annars stík sem gæti orðið bara frábært sko. Já, en svo var þetta náttúrulega líka bara eins og öðlar svolítið, hvað var að segja, nýjan handlegg sem er þá að svolítið bara eins og við kannski horfum að ferðaþjónustunni í dag sko, við kannski, hún varð einhvern veginn svona til að sjálfur sér út af því að gjaldeyririnn var ódýr hann langa hríð og það kom okkur svolítið á kortið og þetta einhvern veginn náði að vefja upp á sig og mjög ánægilegt með svona að langflestu leyti en þetta er einmitt eins og ég er búin að vera að segja sko og til dæmis eins og með að hámarka störf og svona það er rosalega gott ef við erum til dæmis með störf sem eru að koma til með að ná í svona málma til dæmis sem er einmitt gerð á stöðum núna í dag sem eru kannski ekki
fullbúin varðar réttindi og skyldur starfsmanna og eru kannski ekki að nota jafn hreina og endurnýjanlega orku eins og við getum. Þannig að við getum verið ótrúlega svona marktæk á þessu litla sviði en margföldurna áhrifin svo mikil sko. Já, og þar kemur aftur, þá kemur allt í Norðurlandavinkinn, af því þetta ekki svona einfalt eins og bara Ísland, Bandaríkin eða eitthvað. Norðurlöndin, Grænland getur verið vaxtar land, að það er svo stórt og mikið, í að útvega málminn, útvega hráefni. Norðurlöndin eru hvað besta þjóð í heiminum að prósessera mál, ótrúlega satt. Við erum bara ótrúlega góðið því, af því að inputkostnaðurinn í að prósessera mál er orka og hann er ódýr á Norðurlöndum. Og það líka fólk, þekkingu. Þú ert að vera háskólamennta til að skilja processing og taka þátti og svo framleiðis. Eða þú þarft svoleiðis getu. Þannig að þú getur ekki sett processing hvar sem upp eða allan tekur tíma að gera það. Þetta sjáum við til dæmis með að við erum með verkfræðistofu, sameiginlega verkfræðistofu í Íslandi sem út allan heim að vinna fyrir álver sko. Þannig að það þessi geta. Nú, svo erum við með á Norðurlöndum ein bestu tæknifyrirtæki í námuvinnslu í heiminum. Sandvik, Epiroc og annað slíkt sem minnkar þörfina að vera með eins mikið af fólki. Í Afríku þá bara getur við með meira og meira fólki og á Norðurlöndum viljum við vera með minna fólki, við eigum ekki nóg fólki, þá þarf það að nota búna sem keyrir sig sjálfan og þeir eru löngu byrjar á því. Þannig að þú ert líka framalega þar. Og svo ertu með góða innvið á Norðurlöndum, flugvelli, símatengingar og svo framvegis. Þannig að við, þessi öll Norðurlöndin, við getum ferðast auðvitað með sömu gildi og svo framvegis. Við getum verið sko þetta andsvar við Kína leikandi. Þannig að það er ekki svo auðvitað að gera það endilega gegnum Bandaríkin eða Kanada því þeir eru bara með öðru sér dýnamík sín megin sko. Þannig að það eru ótrúlega spennandi þættir þar líka og þetta höfum við séð að sko danskir og aðri lífeyrissjóðir, stofnanafjárfestar eru farnar að horfa til Amarok af því við erum að horfa á þetta sem heildar fórsöndu, þar sé hvernig kemur enda próduktinu á markað og hvert. Ég fekk slatt af spurningur endar fyrir þig. Ég held ég sé saman að koma þeim öllum inn sko. Ég ætlaði bara að reyna að ljúka þessu á kannski einu spurningu sem við erum ekki búin að koma inn á. Ég held ég sé búin að fara yfir þetta flest, en allavega einn sem að með hann hlýtur eiginlega að vera með einhvers konar stöðu í Amarok, hann spyr hver er staðan hver er staðan á greftri eftir öðru en gulli? Er það hafið eða er það eitthvað sem þið sjáið svona í kortunum varðar svona sérstaklega þessar svona krítísku og sjaldgæfu málma? Já, staðan í því sko við erum búin að gera 2 rannsóknarprógram af 3 með núverandi fjármagnaðalum og við erum búin að fá mjög góða vísbendingar að það sé heilt koparbelti, 120 km koparbelti á Suður-Grænlandi. Búin að finna kopar þar á 5 stöðum á yfirborði og bora á 4 með það. Við erum búin að finna nikkel og kopar með að bora 6 hólur á öðru svæði sem við köllum svona Voisey Bay analoga sem jarðfræðin analoga og svo eigum við þessi rare svæði sem Grænland er svo þekktir, rare earth element. Þetta eru seglar. Mér finnst best í að það stundum verið að tala þetta sem svona sjaldgæfi málmar. Sjaldgæfir það tengist precious metal sem gull og silfur, þannig að við skulum kalla þetta segla sem við notum í símana, 17 efni. Og þetta þrennt höfum við verið að þróa og jarðfræðimódeli er rétt, við erum á rétti leið með þetta, við erum ekki komin með deposit, þá þarf það að vera að bora 20 hóla sko og sannreina magn við erum ekki komin þangað, en við erum á réttri leið. Og það sem er svo áhört við þessar rannsóknir, þessi leifiöll fyrir 5 árum síðan, þá var bara að horta á þetta sem bara granít og það var ekkert búið að labba þetta eða neitt og svo rannsóknarteymið okkar búin að ná að átta á því hvað er aldur þess, hvað er málmurinn og vinna sér hægt að býta inn á þetta og búin að ná mjög góðum árangri. Og þetta er svo mikilvægt, þetta er bara eins og að þróa eitthvað lyf, það getur tekið upp undir 3-7 ára að gera það, en það byggir virði, af því það byggir þekkingu á því hvað þetta er og endan þurfu allar námufyrirtæki heimi að þegar þau klára sína námu þá þurfa að finna nýjar. Og þetta hafa menn ekki verið að gera, leita svona eftir málmi síðustu 10-15 ár og við fórum öfugt inn í markvæðin að segja, það þarf að leita málmi, þannig að þetta gengið nokkuð vel.
Svo varandi aðra krítiska málma þá erum við líka að horfa í kringum okkur. Við höfum verið beðin að taka þátt í verkefnum sem við eigum ekki, sem eru þá þegar búið að bora þau. Þannig þá vantar aðeins sem kann að byggja og kann að þróa. Þannig að við höfum aðeins verið að skoða í kringum okkur með það en við höfum svo mikið tekinir ákvarðum með það. Þannig að þetta alltaf svona fullri ferð varandi þessa málma. Og hugmyndin með gullnámunni, bara svo að það er svo auðvelt að ég veit að fólk hefur gaman að kalla mig gullgrafa sem ég svo sem líka alveg gaman að við kennum það alveg er að gull þessi náma, hún var til staðar þannig að við þekktum allar aðferðir og það er oft sagt í mæning byrjaði að mæna það sem við hættum að mæna þetta er svona seging og þá þurftum við að setja tildulega litla fjárfestingu með mæning upfront til þess að koma svo stað og svo er gull þannig að það er auðveldast að selja gull á öllum málmum í heiminum. Aðrir markaðir, nema kannski járn, þeir eru mjög háðir Kína. Kína getur hækka verið og lækka verið, þeir geta ekki við gull. Og þannig að það er auðsælilegt, það er að selja það beint á markað og það eru líka óbóðslega það eru ekki auðveldar, það er af öllum þessum málmum þá kannski auðveldast að aðferðina framleiða gull og komaði markar. Þannig að náman okkar ef þið takið hans úr haustum okkur hún sé gullnáma, þá er þetta bara konsept. Við erum að prove the concept, þannig getur við operate og unnið allt árið í alls konar veðrum og gert hafninar og allt þetta og skilað arðið til hluthafa. Þannig að þá segja menn, já þeir hafa farið gegnum umhverfismöndin, þeir hafa gegnum leyfismöndin, þeir hafa farið gegnum borannar, þeir hafa farið gegnum að ráða fólk, þeir eru í öllum samfélagsverkefnum, hverja eigum við að velja til að gera þetta? Nú aðalinn sem þurft að fara í gegnum 10 ára þessari baráttu. Og ég hefði alveg verið til í að fara hann inn og þetta hefur bara byggjað allt og ég hefði geta bara keypt tógarna bæjarúkarinn og farið á stað og svo eitthvað barnaböndin mín geta fengið afræst af því í Íslandi, en það er ekki staðan þannig að einhver þarf að gera þetta og þetta er það sem við erum að gera. Þetta er allavega spennandi, það er alltaf fullri ferð eins og þú segir. Eldur, takk æðislega fyrir að koma. Ég þarf eiginlega að heimsækja þig til Grænlands. Ég væri til í að gera þetta í því umhverfi líka. Hvenær sem er. Herðu, við finnum út af því. Takk æðislega fyrir að koma og þangað til næst.